Og ég segi, I can't drink, I'm an alcoholic. Hann segi, sir, do you have a home? Ég segi, yes, then you're not an alcoholic. Ég treysti ekki málara í hreinum fötum. Veistu hvað það er? Veistu hvert ég er að fara með þetta? Sko, ég veit þú hefur heyrt þetta á þér. Ég tek þess að tala þannig, þú veist, ég er bara einhver gæi samt. Það er alltaf þannig, sko. Ég er bara einhver gæi og ég bara segja það sem mér finnst það. Já, punktur minn er að þú ert alltaf að smakka svona hluti og það meikar engan sens á sér með kjálkalínu. Ég er að meina það. Ég er ekki að meina að þú ert svo virðulegur kokkur. Ég er að meina meira bara að þú ert að tróða í þig bara með sko algjörlega fullri virðingu fyrir þessum stað sem ég borða oft á og fíla. Þá er þetta ekki, ég ætla ekki að vera að reyna að ljúga einhverjum að þetta eigi reglulega að fara, þetta er, þú veist, ef þú myndir bara borða þetta Valli. Það verður fat piece of shit, sko. Já, það væri fat piece of shit, sko. Það verður ekki sköllóttur að ég að borða brauðstangir, en hérna ánægð með fordómana. Herri, ég var að smaka þetta. Herri, já, þetta er vinsælasti rétturinn. Þetta eru bara spikfeitar brauðstangir með ekstra þykkar, ekstra osti og ekstra leynikrydd. Ok, þá tökum við bara sér hvað slæsuna. Stella, viltu fá eina svona disk? Vil ég ná close-up af cheesepúluna? Já. Þetta er algjör turtless. Þetta er ekki brauðstöng. Þetta er engin brauðstöng, skilur við. Þetta er sushi pizza? Nei, þetta er sushi ring. Já, ég ætla að dýfa honi. Það er bara heill gott ástur á þessu, sko. Fáum við bréf? Og allir sem koma að borða þetta, það er alltaf afgangur. Já. Það er enginn sem kemur og klárar þetta. Þetta er rétt svo að vona. Við erum að fara að borða fleiri hluti, eða ekki? Jú, líka. Þannig ég ætla bara að fara að rólega í þetta. En ég held ekki að þetta er samt alveg klára á þetta. Þetta er geðveikt. Ekki ástæðulaust að þetta sé mest væran, bara réttur, bara í langan tíma. Hvað er þetta? Já. Hvernig byrjaði þér í tón? Hann hringdi í mig. Það er algengasta og leiðilegasta spurning. Mér svo fyndi þessi spurning kallar svo mikið á að ég bara búi mér til. Ég er ekki að djóka, ég held í alveg hundalega og 90% af listamönnum eigi bara svona tilbúna bullsögu hvað, og auðvitað get ég farið í eitthvað svona pabbi átti stúdíó og þetta bara sem er alveg satt. En maður er búinn að segja þetta svo oft. Ég veit í alvörun ekki. Hvað er satt? Nei, þetta er bara eins og, hefur ekki heyrt svona með minnið að, veistu, fólk á rosa skýra minningar af 11. september. Eiginlega flestir. Af því að þetta er svo stór viðburður einhvern veginn fyrir mannkynssöguna að þetta gerðist og allir vita það og bla. Fyrir mér, ég man svo vel eftir þess að ég var eitthvað á t-shirt og fór heim og eitthvað. En það var 11. september. Það er ekki séns að ég hafi verið á t-shirt í sól að fara heim. Veistu hvert ég er að fara með þetta? Til einhverja nýja sögu í kringum þetta sem er ekki alveg. Þú átt minningu, skilurðu. Þannig að í hvert sinn sem þú pælir í einhverju sem þú manst, þá er það bara minning af síðasta skipti sem þú manst hlutin. Get it? I get it. Bara 100%. Og þetta er bara, ég heyrti þetta á það líka, sko. Já, ég er til í peysu, Max. Það ekki? Ég ætla mér að fara úr peysunni. Líu 66 peysu hérna. Hún er rosalega góð þessi peysa. Ég elska hana. Hvernig, ert þú nokkuð Sponsor! Þegar ég er sem mest spenntur að fara í einhverja chicken wings. Þetta eru Bernes brauðstanginnar með leynikryddinu. Það er sem sagt hakk inn í þessu, piparostur, leynikrydd. En má ég spyrja einu? Nú er bara svo legit spurning. Já. Þú segir leynikrydd. Er ég ekki sem kunni, á ég ekki rétt á því að vita nákvæma... Innheimslýsingu. Jú. Segðu mér hana. Nei, tjók, ég vil ekki. Við erum að fara að selja þetta leynikrydd þannig að þú getur séð það bara á umbúðum. Já, ok. Þetta er valið special. Hérna er skinkgurlinni og bacon, smör, ostur og hérna pizzakrydd yfir. Svo eru vænginni hérna. Það eru buffalo wings. Ok, má ég fá hnífapöss? Er það allir ekki að... Ég vissi ekki að ég var psykopati. Ok, já. Tilbúin, close-upið. Já. Hvað er inn í þessu? Það er hakk inn í þessu. Já. Er þetta þá er þetta ekki lengur brauðstangi, sko. Ég hef borðað sko Snickers með hnífapörum. Já. Mér finnst ekkert leiðilegra en að vera klístraður á punktunum. Inni svona. Ég er jafnvel meira hér heldur en í Húsavíkur, sko. Mér finnst bæði geðveikt næs. Ef ég er svangur og ætti að fá með mat, þá myndi ég fá með þetta frekar. Já, því þú ert að fá pínu kjöt þá inni. Já. Af því að pínu ekki ostur. Það hitt voru frábært, sko. Ég er akkurat auðvitað, ég held þess meira hinu, þó að þetta sé bæði ógeðslega gott. Já. Maður þarf alveg að vanda sig að borða ekki of mikið. Nei, það er nefnilega, það lærist. Já, þú ert búinn að brenna á þessu, já. Já, bara milljón sem ég fór í, tók flugvöllinn, hérna Isavia, bara Keflavíkurflugvöll og þetta var svona gluggi sem við fengum milli 9 og 12. Þess að þetta traffíkin er búin ára að næsta traffík kemur. Við ætlum að taka 3 veitingastæði á milli 9 og 12 og við ætlum að taka allt á hverjum seðli. Og það byrjar náttúrulega bara að vera með einu staðnum og svo bara við fáum náttúrulega bara allt á borðið og svo byrja maður. Og síðan maður bara, ok, fuck, heyrðu, ég á 2 Hefurðu tekið gubbuna til þess að borða meira? Nei, aldrei. Aldrei en það sem ég gerir frekar er, þú veist, ég tek bita, ég er að tyggja hann og síðan, þú veist, tek liða bara, ok, ég þarf ekki að smaka meira, skilur við, bara bíta spýta. Bíta spýta? Bíta spýta, sem að kalla það, sko. Ég ætlum að segja núna, ég byrja að leysera af með flúr til að fá með ný flúr. Já. Nei, og menn vilja
meina að það sé alveg geðveiki, sko. Það var reyndar, sko, gaurinn sagði, nú skaltu fara heim og chill í svona 5 daga. Og ég fór beint á 5 gig. Já, einmitt. Sko, og með 3 gig og síðan 2 gig og ég skammaðist mér svo mikið fyrir Brunasóli þannig ég var leðurjakka allan tímann. Þannig að ég fór basically í laser, brenda mér hendina, fór síðan bara leðurjakka og leta bara fucking, bara svo hvíla steikina. Þannig að bara hvíldi hann í leðurjakka. Þú þekkir nú þetta, þú komst einu sinni með mér að þarna varst þú Fannar, sko. Já, þarna var ég Fannar, þarna varst þú í píkinu þínu, eða þú veist... Ég skulle ekki kalla þetta píkið mitt, sko, þetta kannski já, jump peak. Ég er bara svona 3 sentimetrum stærri í framann. Ég var bara svo lík í vatni á þessu tímabili. Aflitað hár, varstu með hár? Já, ég var með það. Veistu af hverju ég aflitaði með háristella? Og þetta er gott trikk og nú vil ég segja ykkur, þið sem eruð á síðustu svona, að því menn vita alveg þegar síðustu klippingarnar er að mæta. Það byrjaði svona aðeins að greiða yfir og fara að gera einhver svona hluti. Má sjá. Já, sko, ég er bara að prófa, ég vil Þú er flottur. Þú er aldrei sköllóttur, sko. Herri, ef þið eigið eina klippingu eftir, 3 ára jafnvel, þá getið aflitað. Það sést ekki jafn mikið skilin onni í hársvörn. Hvað var svo gamall þú byrjar með það? Því ég var bara 20 ára. En síðan sá ég sko mynd af mér, ofanfrá. Það var einhvern sem tók mynd upp í Kiss FM. Og þá var ég bara, herri, akkur er enginn búinn að, hvaða fucking slöppu vinir eru þetta? Akkur er enginn búinn að segja mér, ég er sköllóttur. Guði, árum, drepur þið bragðlaugina, spicy, takkið þetta fyrst. Já. Ok, hvað er að tala um hérna? Og það er bacon-smurostur, Bacon-smurostur. Hér er nefnilega dæmi, ég nenni ekki að byrja á endanum. Að ég minnst þessi hérna biti. Waste of calories. Já, fyrst ég er í smakki. Já. Ef ég væri bara að borða þetta, þá myndi ég fara beint í þetta. Nú vil ég bara beint í bitana. Þetta er alveg brauðstöngin sem að þarf ekki að vera með sósu, en það er alltaf læg bara, þessi dæmum ekki. Vá. Síðan ætlaði að vera með uppboð á þessu bréfi sem ég er búinn að vera að þurrka mér í. Já, við erum beint á eBay. Já. Það eru örugglega margir sem myndu drukkna í þessari, sko. Fíla það. Já. Ég er ekki mikið skinkukall, sko. Nei, ég er nefnilega sammála. Least favorite, ég skil þetta en least favorite. Þetta er smá eins og brauðstangar útgáfa af brauðrétt. Já, þetta er brauðrétt, það er að koma það, já. Ég var að koma og ekki minni, sko. Ég er bara, ég hefði átt að borða þetta fyrst en svo mikið hérna. fyrirgefðu. Já, og fara bara fucking. Á ég sýna þér hvað, má ég fá gaffal aðeins? Ég skal sýna þér, kanntu ekki alveg trikkið. Talum um Já. það beina, já. Sýndu hérna fólkinu heima og labba með okkur í gegnum það. Hvað ertu að gera núna? Ég get ekki verið að segja eitthvað, kanntu trikkið og síðan er ekki að takast hjá mér, sko. En hérna, ok. Twist and shout. Hérna, tekum maður hérna. Þá ertu bara með. Boneless. Þú má aldrei að vera eitthvað. Ég er með saman trikk, en ég er með aðeins öðruvísi máta. Samt, þú veist, þú finnur annað beinið, tekur það út, þarftu ekki að taka bæði, sko. En þegar síðan, svo heldur þú bara hérna, Já, einmitt. og getur síðan, Já. en sama dæmið, þar hafa ég það. Þegar ég er ekki eitthvað að reyna að borða hálf, þá finnst mér best að fá bara væng og helst bara einhverja senar og drast líka, bara sem ég get bara svona. Ég vil helst að kjúklingurinn minn sé crunchy, bara án þess að hann eigi að vera. Við erum svona sína svona. Já. Þetta er pizzans heita, pizza mín, og hún er alveg spicy, sko, en hún er samt ekkert svona, ég hef alveg fengið svona einhverja chiliausa sem er bara eitthvað en svo hef ég líka bara fengið fólk sem borðar 1 bita og skilur fyrir pizzan og lappar út, sko. Mér finnst hérna spægipilsa sterk. Já. Mér finnst þetta bara, veist, fyrir mér allt eitthvað svona, ég ætla að segja bara eina snöggsögu. Ég fór einu sem erpi á stað sem heitir Thailand, sem var bak við 10-11 upp í Engihjalla. Þetta er á þeim árum að ég eitthvað svona, þú veist, nýbyrjar að kynna stelpur sem dálítið að svona sanna mig fyrir honum. Hann segir, ég ætla að fá thai-stert. Og ég segir, ég ætla að fá thai-stert líka. Herri, ég gæti ekki mætt í vinnunni til þetta. Ég fekk svo mikið krampa ég er ekki eins og að djóka. Ég fekk svona raunverulegan krampa í magann. Þannig að ég vona að Ertu að gigga í kvöld, eða? Taktu hérna trikkið hans Adams, taktu hérna bara svona Bít og spýta, já, ég vil ekki að þetta fari að gera raskat á mér, sko. Ekki finnst ég sem Gauti að sagt þetta. Ég vil ekki að þetta fari að gera raskat á mér. Þetta er pizzan á hverjans Víðis og hún er ógeðslega vinsæl, þetta er svona kjöt, sexy pizza. Þetta hérna pizzan að sætu, sem Kamilla segir sér í höfuð á sér. Já. Þetta er pepperoni, döðlur, rjómaostur og hunang. Þú sagði mér mjög skemmtilega punkt á hann að þú kemur með döðlurnar á pizzan á Íslandi. Sko, það voru ekki til döðlur á neinum matseli á neinum pizzastað hérna þegar ég byrjaði með þetta flappingunum sín tíma. Þannig að ég mainstreamaði döðlunar, það er svo daðla þetta þá, lang vinsælasta pizzan. Nú er þetta bara komið allt, nú er þetta bara á Dominos og þessum stöðum, sko. Þannig og þetta er vinsælasta pizzan okkar líka í dag. Þannig að döðlur eru bara here to stay, sko. Mér finnst sko... Er þetta satt? Þetta er alveg satt. Þetta er smá svona sem ég geti verið bara, ég bjóð til, já fínt, já satt. Og þú getur ekki einhvern veginn fact-checka það, sko. Getur ekki, en sko, það er ekki, sko, mér finnst þess að döðlurnar, mér finnst hot honey vera svona nýja döðlurnar. Það er alltaf að vera vinsældra, það er sæta, það er svona sem fólk er að sækjast mikið í núna.
Sætið á móti heita er alltaf gott kombo. Þessi er ógeðslega skemmtileg. Þetta er banani. Þetta er lítið pepperoni frá Kjarnafræði, frá Óla, mínum manni fyrir norðan. Bananar, piparostur og chiliflögur. Banani á ristað brauð með salti. Það er mood, sko. Ég hef aldrei sett með salti. Verður að setja salt á bananum. En ekki venjulega, veist ég dýf ekki venjulega banani í salt. Nei, en banani á bananabrauð, smjör, banani, salt. Það er mood. Hver er Víðir? Víðir er smiðurinn okkar. Og það heita allar pítsunar, sko, eitthvað svona skemmtilegt. Það er pítsunar mömmu sem bara pítsunar mamma fær. Pítsunar Skula Bjarna sem bara pítsunar pappa. Sæta. Þú skilur náttúrulega heiti. Ég er heiti. Ég veist sko hvað það er ekki sparaðar ostur og neitt hérna, sko. Nei, við erum ekkert eitthvað svona alvöru ítalska pítsur. Þetta er bara svona, þetta er alvöru bara íslenska pítsur, bara þetta er bara svona mamma en gera þetta heima, skilja, og sett bara nóg osti, nóg. Þetta er ekki eins og mamma, þetta er ekki nokkuð brauður að saman, sko, og ostur yfir. Ég er á Breiðholtinu, ég má ekki að gleyma því. Ég bara vissi ekki að pítsu var hringlaða bara fyrir ég var svona 12 ára, sko. Hvað svo 4 staðir saman sem bara yfir það? Segðu mér samt eitt, segðu mér að þið hafi aldrei fengið pulsu bara í brauði, venjulegu brauði. Ég hef oft bjargað mér þannig sjálfur. Það var hann í sveitinni. Það bara var 2 brauð og svo bara pulsa á. Ég treysti ekki fólki sem hefur ekki borðað pulsu bara í heimilisbrauði. Ef þú hefur ekki þurft að gangi í gegnum þá þjáningu. Þá þjáningu og bara, já, einmitt, og mikið brauð. Því þannig að TikTok-krakkar, ég veit ekki hvað hafa það gott ef þið hafið aldrei borðað pulsu í venjulegu brauði. Þessi er góð. Þessi er alveg bara eins og segja. Mér finnst þessi best so far, af öllu. Málið er, það er gaman að fara í Sky Lagoon eins og sinni, en það er best að fara bara í Vesturbæjarlaugina. Veistu hvað ég er að tala um? Ég ætla að nota þessu viðlíkingu. Ég getur alveg gert alls konar dæmi fyrir mig, en það er hérna, simplicity er oft góð. Þú veist að búið að finna upp bestu pítsuna. Skilur það eitthvað svona, þú þarft ekki eitthvað... En samt, þú veist eins og Flatey kom. Mér finnst Flatey frábær. Nýjasti staðurinn, svo nýjastu pítsunar, það er bara einu stað. Það er hérna sem ég fór með Dóra. Ekki þessum eitthvað auðvitað annan pítsustað í þessu, en það er bara mjög skemmtilega pítsur. Og það er á Fossetin, á Álftanesinu. Eins og þú veist, þá hérna, er þetta ekki fyrsta sinn sem ég kem inn heldur. Þú veist, ef þú væri eitthvað svona, er þetta geðveitt spes pítsur? Þá væri ég bara, nei, þetta er bara geðveitt solid pítsur. Þú ert ekki eitthvað að selja mér eitthvað, þetta er framtíðarpítsa. Sko, þú getur ekkert fundið upp hjólið í pítsunar, skilur. Þetta er svo, þú myndir fara að gera eitthvað, bara Bæris bestu væri allt í hennu bara lengri. Bæris bestu í heimilisbrauði. Því án bananans er þetta mjög gott. Mér finnst það næs. Ég einhvern veginn væri samt sko til að fá version af þessu sem er ekki... Ég er bara svo lítið fyrir sterkt. Ég veit að það eru eiginlega allir ósammála með. Ég elska það. Sterkt. Það er það sem okkur er kannski svo hrifin af þetta. Það er svo mýkt og sæta að móti þessu sterka hvassa. Ég er ennþá pirraður út í Guðjón sem er að vinna upp á FM. Hann eitthvað erfið með svona hot ones eitthvað bla. Og ég lét mig borða eitthvað svona væng sem að hann eitthvað var í hönskum til að setja... Var þetta í útvarpinu? Já, sem er líka svo boring af því að það er, veist hvað, hlusta með þjást. Ömulegt content. Það getur svona ímyndað sér. Hot sauce, svona ógeðslega sterk sósa, hún meltist ekki. Hún fer bara beint í bossan. Já. Þetta er bara nýr þáttur, bara með Pétri og ógeðslega vont. Og það er svo ógeðslega vont að vera eitthvað svona, er mér raunverulega svona illt í rassinum að því ég var að reyna að selja eitthvað. Þú veist. Já. Það er ömurlega tilfinning. Þetta rennur í gegnum hausinn og meðan þú situr á klósettinu á morgun í kvöld. Já, ég var að reyna að plugga hérna. Þetta er bara... Þú veist, bara þetta er bara það sem kostar að gefa út bara, já, leikurinn er leikurinn. Leikurinn. Fólk er eitthvað svona, hvernig er að vera popstjarna? Veistu hvernig er að vera popstjarna með sviða í rassinum? Heyrðu, það er búið að vera mjög skemmtilegt að sjá að þú byrjar að leika þér í uppistandinu líka. Já. Og búin að vera duglegur á því. Hvað kemur það og af hverju? Verður bara fyrst til í gegnum gig. Ég bara er að performa og síðustu ára hef ég verið að bara spila 100 til 200 gig á ári, alls konar mismunandi aðstæður og oft aðstæður sem bara kölluðu á að ég var að tala meira og í gegnum einhvers konar óöryggi eða spennu fór ég að segja hluti frá sjálfum mér og háður þessu. Ég var háður þessu sko. Og það er búið að banna mér til dæmis heima að ég má ekki prófa brandara án þess að segja hvernig líst þér að því ég er svo oft eitthvað, hey Jóhanna, og síðan byrja ég bara, veist, einhverja raunu og hún bara, ha, það? Og ég bara, hún bara, er þetta fucking brandari? Og ég get ímyndið með það að sé alveg pirrandi að vera einhvern veginn alltaf í einhverju make-believe land sko. Ok, þannig að þú testar brandarana, þú fær hugmyndabrandara. Já.
og þú testar hana bara þá bara fólkinn í kringu þig fyrst. Ég byrjaði alltaf á því sko, bara gott dæmi eitthvað svona, ég fekk eitthvað svona Bubba Morthens brandara í hausinn. Og þá ég einhvern veginn að busta sjálfa mig eitthvað svona, þá ég bara eitthvað gæðið mikið að tala eins og Bubbi og það sem verður óþolandi faktor við mig, skilur. Það svo fyndið að þú byrjar svona, maður byrjar kannski að segja sömu söguna í hópum. Já, ég fekk hlátur þarna. Ég fekk hlátur þarna. Síðan hittust við, ég og kannski Saga setjumst niður og ég er með þessa hugmynd og þessa hugmynd og þessa hugmynd og hún er bara þetta er lélegt, þetta er fáránlegt, en þetta er gott. Þannig að þetta er einhvern veginn bara þróun. Upplifunin mín til dæmis núna bara, uppstandsferillinn minn er bara búinn. Ég á ekki fleiri brandara. En síðan mun eitthvað gerast í sumar, eitthvað funny, eða einhver segir eitthvað, eða kom einhverjar aðstæður, eða þú segir mér brandara og ég stel honum, eða þú veist, ég er með mínum, en maður þarf að lifa lífinu til þess að fá uppstandshugmyndir. Það er alltaf þannig. Hefur einhvern tímann lent í því að segja brandara og enginn hlær? Ójá. Já, hvernig? Það byrjaði þannig, já? Þú varst bara, herri, ég held ég sé með eitthvað konkrét. Nei, ég skal segja ykkur, ástæðan fyrir að ég sel mig til dæmis ekki í fyrirtæki er því ég prófaði það. Sko, ég bæði lent í því að vera bara giggi og sagt brandara sem bara flýgur ekki. En þá er það bara, já ok, fannst ykkur þetta ekki fyndið? Hér er stórhittarinn Malbygg og bara, mér er bara fyrirgefið strax. En þarna var ég til dæmis í aðstæðum þar sem ég var bara eitthvað í hádeginu í Advania og það eru bara allir að borða svona. Og ég er bara eitthvað, já eins og ég veit, þá er ég sköll og ég bara, og það bara var enginn að taka eftir mér og ég er að segja eitthvað og ég segi punchline og ég fæ ekki hlátur og ég bara, ok. Fór út í bíl og hringdi í konuna mína og ég sagði, ég er hættur, ég ætla aldrei aftur að gera uppstand. Það er bara ömurleg hugmynd og bara versta sem hefur gerst. En þarna kannski súkkulaðið sem ég fékk er að fara bakdýramegin og beint inn í sýningar. Já, það sem fólk er komið með og tilbúið. Allir hinnir. Af því að ég fékk í raun og veru að kynnast þessu í gegnum músík og síðan fer ég uppistand. Þeir sem að byrjuðu uppistandi þurftu náttúrulega að vinna sig í gegnum allt þetta sem að ég er smá að fá að sleppa. Það getur allt verið fyndið. Það þarf bara að vera fyndið. Og það þarf líka, það skiptir máli hver segir hvaða brandara í hvaða samhengi af því að veist, það er eitt að gera grín og niðurlægja sem er annað að gera grín bara til þess að gera grín og hafa gaman og þetta er að leiðréttast aðeins en veist, þegar hluti leiðréttast þá er líka náttúrulega bara geðið taktlaust lið sem heldur að megi bara koma að segja bara mega homofóbískan brandara skilurðu sem er ekki fyndin og eitthvað hvað, má ekki? Málega, jú, ef það er fyndið og ef það make a sense og ef við vitum kannski að grunnurinn á þér er ekki illa innrættur, skilurðu? Framan regnbogafána og segja burtu með vókið, það er skaðlegt en að kannski gera grín af transmenningu inn í uppistandi á eitthvað smekklegan hátt eða fara á réttan hátt inn í það. Það var ónefndur uppistandari sem fór rétt eftir að Kristall breytti slóganinu sínu og labbaði inn á og opnaði Kristall og sagði það sést hvert drekkt Kristall sem er fyndinn brandari, skilurðu? En það er enginn samt eitthvað að draga úr því að við megum ekki sýna meiri nærgætni út frá einhvers konar breyttum samfélagsstandardum. En við getum samt alveg djókað líka með alls konar hluti. Maður þarf bara, það er einhver lína þarna. Ég ætla bara, ég held bara áfram að gera mitt. Snýst ekki máli bara að dansa á henni og passa sig að fara ekki hinum með við hana? Grín er, mér finnst svo gott Jordan Peele, heitir hann það ekki? Sem gerði hryllingsmyndina Get Out. Hann segir að grín og hryllingur sé svipað konsept. Þú gerir eitthvað venjulegt, allt í einu skrítið. Já, sjokkað. Og nema þú veist, þú getur farið yfir hryllingu eða farið yfir í yfir komedi, sko. Og það þetta djókið er, þú ert að búast við því að ég ætla að segja þetta en það fer þangað. Að býst við einhverju fellum það. Þannig að ég veit ekki. En þetta auðvitað bara ein uppsetning af einhverju. Hún er bara með munnræpu í klukkutíma. Pítsunar á kvöld. Stella var að benda á pítsunar á kvöld. Erum búin að vera 2,5 klukkutíma? Ég er búin að taka upp klukkutíma. Já, ok. Herri, eigum að tala um þessu tónleika? Þessi er ógeðslega mér langar ekki að smaka þetta, sko. Ég nenni ekki að vera eitthvað liðari, en mér langar ekki að smaka þetta, sko. Albreyður. Mér finnst það æðislega. Ég elskar svona sterkt. Þetta minnir mig á eitthvað sem að... Mér finnst þessi ógeð. Þetta er bara... Svona pizza sem pabbi fékk sér þetta í gamla daga. Ef ég væri svona masochisti, myndi ég dýrka þetta. Þetta er eitthvað svona BDSM pizza. Þetta er pizza fyrir BDSM, sko. Ég er ekki að djóka. Þegar þú talar um leg room, ég veit ekki hvað það er. Ég hef aldrei, að vera í flugi, eitthvað svona, það var aldrei vandamál fyrir eitthvað langt í löngu flugi. Ég veit ekki hvað það er. Ég bara er alltaf í VIP-sæti. Já, þetta er bara eins og að vera bara hérna í fyrsta farri í mig.
geðveikt mikið pláss. Heyrðu, Gauti, þú Já, ert og tónleika. líka, býttu ég bara að segja eitt af það, eitt í viðbót, þegar að segja þetta. Kevin Hart's family came here centuries ago in a ship in a bottle. Herru, hvað segir þið? Heyrðu, þú ert með tónleika. Já. Gauti. Já. Segja okkur næst frá þessu, hvað er að fara að búast við? Því meira sem ég spila, því meira sem ég er sýnilegur, því meira sem ég er að gera hluti, því meira gerist það. En það er eins og það hafi eitthvað smollið þarna og öll augu fóru á mig. Við ætlum að gefa út bara hittar, fyrst kemur Strákarnir, síðan kemur held í Silfurskotta og við erum bara, vá, þetta verður ekki stærri en þetta. Síðan kemur Reykjavík og við bara, vá, þetta verður ekki stærri en þetta. En síðan fatta ég að ferill, hann er ekki línulega, hann er ekki svona beinn. Þetta eru alls konar, skilur við. Maður gerir svona dót og það hefur áhrif á þetta fólk og þetta hefur áhrif á svona og byggir upp einhverja ímynd með tímanum og þú veist, mér finnst svo gott sem einhver sagði við mig, rithöfundur er ekki alltaf að reyna að toppa blaðsíðuna sem hann skrifa á undan. Þannig að heldur bara áfram að skrifa söguna, skilur við, til þess að hafa hana fullkomna. En ég er að fagna þessu, þú veist, þetta eru 10 ár síðan ég gaf út þessa plötu, 10 ár síðan Reykjavíkur okkar kom út, 10 ár síðan ég stóð á sviði í fyrsta sinn og hugsaði, vá, ég get gert hvað sem er. Af því ég var á NASA og hélt tónleika þar og gerði í fyrsta sinn eitthvað svona öðruvísi á með svona sviði í allar áttir og þá var ég bara, ok, þú veist, ég er búinn að gera helling hingað til en þetta er að opna nýjar dyr fyrir mér. Þú veist, ég ætla ekki einu sinni að fara að reyna að ljúga að einhverjum að ég sé besti eða stærsti tónlistarmaðurinn en það er fáir roðið mig á sviði. Það er bara, Það er, veistu hvað, ég ætla að stoppa þarna af því að ég hef heyrt þetta svo ógeðslega oft og ég var einn af þessu líka. Maður var alvöru Gauta fan eftir að maður sá Gauta live. Einmitt. Og það er eitthvað sem ég er alveg til í að bara taka og óna og ég fylgdist bara með mínum hetjum. Ég fylgdist með mínum hetjum og var bara að taka nótur. Hann hreyfir sig svona, hann talar svona. Það virkar. Ok, hann gerir þetta til að fá þau nær. Og ég er ekki til að segja fullt af amazing performerum, skilur við. Bara er að fara að deila sviði með einum á eftir Átnaður Hnetu niður í Laugardalshöll. Hann er til dæmis rosalegur performer. Við erum kallaðir Hnetusmjör. Veistu, það má einungis Guð mitt. Hann horfði á teiknimyndu það sem heitir Bowman Jackson, eða ekki? Er ekki Mr. Peanut Butter það? Já, er þetta raunverulega það? Ég veit það. En það er einn samt sem ég vil segja. Ég fylgst með þér nota bene sem varst bara í rýmnaflæðið í Tónabæ, back in the day. Já, Miðbergi. Já, þess að ég hef alltaf sagt til þér, þú ert fucking grændir. Thank you, sir. Það er, þú grændir svo, sko. Og það er það sem ég elska mest við þig, sko. Utan á sköllóttir. Þetta er Breiðholtskjarninn, sko. Ég bara, þið verðið að grænda. Dansa fyrir matnum, sko. Lið þarf að grænda áður en að fara að rífa kjaft. Ég var einmitt í viðtali í gær og hún píði upp á RÚV sem var eitthvað svona, þú ert alltaf að tala líka þegar það gengur illa. Og ég svona, já, mér finnst það nauðsynlegt líka. Annars er ég bara eitthvað Instagram-account, skilurðu. Það sem að allir eru bara, reyndar ekkert meira óþolandi þegar fólk er eitthvað erfitt, það er ekki alveg miðli fyrir það. En við ætlum að fagna. Við ætlum að fagna. Ef við ætlum að summa þetta upp í einhverja klippu, þá eru 10 ára afmæli Vagn og Velta í Gallabíó 30. maí. Þar sem við ætlum bara að eyða peningunum sem við fáum inn í miðasölu í bara að gera eitthvað kjaftaði á gigginu. Á gigginu? Heyrðu, á þessum nótum ég er mjög spenntur að segja það. Já, og annað, ég verð bara, fyrst við sitjum inn á 107, bara support your local restaurant, á ensku. Support your local language. Nei, þessi blettur er æðislegur og ég er náttúrulega sjálfur reynslaði að hafa verið í smá rekstri í hverfinu og það skiptir svo miklu máli að fá hverfið inn. Á þessum nótum kíkið á tónleikana Vagn og Velta 30. maí, stigið kaupin á hotinu, kíkið á Pizza 107. Þetta er búin að vera virkilega gott. Þessar brauðsnöggir eru sem rugglar og ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig, strákar. Takk fyrir að taka á móti mér, takk fyrir að koma. Bestur. Kæra þakkir. Thank you, sir.